Þennan? Nei. Góðan dag. Stefán heiti ég og hér komin til þess að sýna frá lokaverkefninu mínu, en það snýst að laga vélina í bílnum mínum. Bílinn 1986, árgerðin af Pontiac Firebird Trans Am og ég hef nú þegar sett í hann 6 lítra LQ4 vél úr pallbíl. Hvað var gert og af hverju og svoleiðis, en ég valdi þetta verkefni vegna þess að ég lenti því í fyrra sumar að bílinn ofhitnaði allt svakalega, sem mér alveg óskiljanlegt, en þetta var eitthvað sem ég þurfti að horfast í augu við einhvern tíman. Verkefnið dróst það passlega að ég var í vandastaddur hvað varðaði val og lokaverkefni, en verklegt þurfti það klárlega að vera og þá lá beinast við að sameina þessa viðgerð í lokaverkefnið og nýta þá afsökun í að uppfæra vélina aðeins í leiðinni fyrst þetta var orðið skólaverkefni á annað borð. Það var aldrei spurning að bæta aðeins vel við vélina og kemur það hér í framhaldi og ég mun fara lítilega yfir upphafið á þessari vegferð sem ég byrjaði á 2021, en þá var ég einmitt að bjástra við grunddeild mál. Ég hefði ætíð heyrt það nefnt að svona vélar ígræðsla væri hentug vegna afkasta og hversu ódýrt þetta væri. Það var engin spurning að hoppa á þá lest. Þetta fremur sterk vél í grunninn og vinnuvél með smávegis lagfæringum og auka afköstu verulega. Byrjunin á þessu var að koma á hana fólksbíla, olíupönnu, flækjum og færa til stýristælu og alternator, klippa til rafmagnið og greiða úr því og tengja svo saman. Við byrjun á þessu vélarævintýri var þetta mjög spennandi að losna við gamla 350 smáblokkina sem var yfirleitt hálfganglaus og fá svo vél sem var með beinni innspýtingu og þurfa ekkert að pæla í þessu meir, var að taka bensín og brosa. En brosið varði stutt þar sem ég hefði mist smurðrýstingin bara fyrsta metherinn sem ég keyrði að ég held. Svo vélið þurfti að fara úr mála vélasalnum, en hún átti nú ekkert að fara úr honum, bara verið til friðis, enda ódýrt og einfalt verkefni að ég held. Hérna var ekki bjart yfir Betlehem. Það er gott að sjá hvað var að. Það voru nokkru hlutir sem við datt í hug þegar ég misti sérst smurþrýsting, en það er þekkt að orringur á smurdælu við pikkubrjörið eða þó mögulega gölluð smurdæla, en það var eiginlega auðséð að kambáslegan sem lá í olíupönnunni hafði ekki átt að vera þar. En eftir að hafa spurt frá þeirri menn, þá er þetta víst algengt að legan fyrir miðri vél á það til að slíta sig lausa og fara á stað, en þetta skemmdi svo sem ekkert út frá sér, þannig að það var jákvætt og ég setti í hana nýjar kambáslegur og hélt áfram. En síðan 2001 hefur vélinn verið meira og minna til friðs. Minni háttar bílanir hafa komið upp eins og kerti og skynjarar og ég lenti því að svo að spóla í hringi í fyrra, nema ég misreiknaði það hve lengi ný dekk duga, svo að nálinn á hitamælinum var á grensunu við að detta úr honum og ég held ég hafi lesið hann í 125 gráðum og er það vist ekkert sérlega sniðugt fyrir bílvél eða vatn yfir höfuð og eftir það varð bílinn hálf þjöppulaus annars vegar. En kjallarar í svona vélum eru mjög sterkir og til dæmis hafa menn notað upprunalega stimpla í 800 hestöfl, blokkin sjálf er oft notuð við 1000 hestöfl með uppfærðum stöngum, en kjallarinn eins og hann er nóg fyrir mig, en þá þetta ekki að geta klikkað. En ég tók þetta allt og reif í sundur og þreif allt og skoðaði allt gaumgæfulega til þess að lenda ekki í tvíverknaði í þessari yfirferð. Mér langar ekki að fara í aðra svona uppgerð alveg strax. Strokkarnir litu vel út og var ekki að sjá neitt á stimplu, né athugavert í botniðina á vélinni. Fyrst það var ekkert aðkallandi þá lét ég það eiga sig. Það hefur ekki alltaf komið vel út að laga eitthvað sem er ekki bilað heldur. En það voru keypt ný LS3 álhett frá Speedmaster í Bandaríkjunum með vendlum og gormum og svo rockerarmar í heddin með trönjón uppfæslu, en hún er öflugri að því leitinu til að það er hægt að snúa vélinni meira án þess að ég hætti á því að upprunalegu prjónarlegurnar fari í sundur og vélinn taki þær inn á sig, en það eru núna komnar kopalegur sem að hafa ekki eins álagspunta og prjónarlegur, heldur eru þéttar við öxulunni gegnum arminn allar hringinn og er öflugur að splittun við arminn líka. Ég keypti stórt Tvætek millihett einnig til þess að fá meira loft og geta loka húddinu. Það var eiginlega ekki hægt að loka húddinu með hinu millihettinu. Ég hefði leyst það tímabundið með að kaupa annað húdd til að geta lokað. En svo keypti ég líka nýjan Compcams kambás. Hann er 617, 624 í lift,
og í stuttum máli þá dugar það alveg í bili. Ég setti líka nýja ARP headbolta. Eftir að hafa lent í smurveislunni hérna árið þá var smurdælan og allt því sem fylgdi mikið atriði. Ég fekk góða aðstoð við að græja þetta eins og best var á kosið og það er nauðsynlegt að miðjustilla tannhjólinn í smurdælunni, annars getur hún legið meira annars vegar og slitið henni mjög hratt eða valdið lágum smurþrýsting og sett svo bara málmagnir af stað í smurolíu og í smurgöng. Munurinn á heddunum er mikill, en það er helst að nefna stærð ventla. Sprengirýmið minna svo það eykur þjöppu, þau flæða mun betur, það eru stærri porta á þeim á móti þeim upprunalegu heddum. Fræðilega tölur á flæðinu er að LS3 heddin eru 318 CFM og gömlu heddin 244 CFM, meira loft, meira afl. Sprengirýmið á LS3 heddunum er 64 kúbík en á gömlu 71 kúbík. Gömlu heddin eru fín fyrir vélar með forþjöppu en ég hef ekki þörf fyrir slíka ennþá. Mikilvægt er að herða allt eftir bókinni og notaði ég leiðbeiningar frá GM sem er framleiðandi vélarinnar. Ég fekk aðstoð við að mæla gormana sem fylgdu nýju heddunum til að sjá gormþrýsting og ákveða hvaða kambás skyldi vera keyptur og ég vildi ekki eiga hættu á því að gormarnir væru annarkot of mjúkir eða of stífir. Til að lágmarka hættuna ofhitun aftur þá setti ég á vélina vatnsdælu 2002 Camaro en þá er stúturinn á vatnsdælunni beint fram en ekki upp eins og á gömlu dælunni því þá er ávísun á lofttappa eða út með kæliáshornsurnar hærri en vatnskassan sjálfan en ég vill hafa hann hæsta punkt því lofti leitar upp. En ég fjárfesti í 3 raða álvatnskassa með trekklíf og 2 rafmagnsviftum og vatnsblás sem opnar í 80 gráðum en ekki 95 gráðum eins og var. Þessar vélar eru frekar heitt gengar en ég hef einnig sett undir bílinn vindhlíf til þess að moka loftið upp í vatnskassan og auka kæligjötuna eins og ég get. En upprunalega millihettið er með 75 mm spjaldhúsi en núna er það 102 mm. Það er býsna mikil breyting á inntaki lofts. Áætlaður árangur, lauflétt graf sem sýnir í upphafi vegferðar þá er vélin 300 hestöfl og 488 Nm en núna eru áætluð 550 hestöfl og 660 Nm. Þetta er samkvæmt sama kokteili og menn hafa verið að nota úti og verið að mæla á dynobekkjum. Hérna er svo loka niðurstaðan. Hún er klár vélin í standi og ég er mjög ánægður með hana. Hún er til sýnis í vélasal vélstjórnar. En þetta verkefni var ekki bara að skipta hluti, heldur að skilja samspil smurkerfis, ventlabúnaðar, kælingar, tölvustillingar. Þetta er búið að vera lærdómsríkt og skemmtilegt og skelfilega dýrt. En vonandi að hún gangi næstu 4 árin án mikilla bilana og næst er að koma þá vélinni í bílinn og setja við bensín þrýstistilli fyrir nýju spísana og stilla hana svo til í tölvu en það verður ekki sama forritun í tölvun og var vegna breytinga. Svo eru hérna svona skemmtanagildið fyrir og eftir eitthvað í uppvaskinu. Það er lykilatriði í svona geira að hafa allt hreint og fínt. Og svo er svona já, fyrir og eftir. Svo er kostnaðar og annað mikilvægt. Vara og aukalutir í seðlatættaran minn kostuðu $7.500 án tolla og gjalda og vélinn kostaði $3.000. En þið velti kannski fyrir ykkur af hverju kostnaðurinn er settur upp í dollurum en ekki íslenskum krónum en ég rita kostnaðurinn í dollurum því þá líður manni ekki eins og þetta sé svona dýrt. Þetta er einhvers staðar rétt rúmlega 1500.000 frá upphæfi breytinga og við breytum því ekki. En sérstaklega þakkir fyrir þetta verkefni fá Helgi Garðarsson, Haraldur Guðmundsson, Summit Racing, Rock Auto, Speedmaster, PayPal og Pepsi Max. Takk fyrir mig. Alls ekki. Þetta bilar ekki á meðan að þið er ekki í gangi. Það er önnur spurning, er það sviðsett mynd? Þetta? Nei, ég fljóti þess í gær. Það skipti engu hérna á. Hvort þið er, þetta er bara að sama.